Þetta er síða 1 í verkefni 18 á blaðsíðu F28 í Excel-hlutanum. Ég byrja á að setja svæðið í blokk og ég fer í Insert og skattir og ég vel þetta útlit hér. Ég ætla að færa þetta örlítið til hérna á skjánum og ég ætla að byrja á að velja útlit hérna. Þá lítur þetta svona út. Og ég ætla að smella hér og skrifa fyrirsögnina. Kemur hérna sjálfkrafa, ég ætla að stróka út hérna, hækkun vökva í glerpípu og síðan ætla ég að skrifa texta við Ása. Smelli ég utan á myndritið, fer hérna í plúsin og vel Access Titles. Og hér á að standa CM, þetta eru sentimetrarnir og hér hitastig í gráðum og gráðumerkið er fengið með því að ýta einu sinni á hnappinn á lyklaborðinu við hliðina á tölunni 1 í efstu línunni og síðan á C, þá kemur hitastigið sjálfkrafa og þá er það komið hér. Nú ætla ég að velja skýringareiturinn, hann á að birtast hérna fyrir ofan, þannig að ég fer hérna í plúsin og hér í Legend velja topp, þá birtist hann hér fyrir ofan. Nú ætla ég að breyta gildum á ásum, fer ég hérna á neðri ásinn og ég fer í Format Selection. Ég ætla að byrja á að telja hér í 30 og hæsta gildið á að vera 70 og tölurnar eiga að hlaupa á 4. Hérna og þá kemur þetta svona. Til að losna við aukastafina þá getið þið smellt hérna á og farið í Format Selection, þetta er komið hérna, getið líka gert áður og hérna í Number þar veljið þið Decimal Places 0. Þá fara aukastafinir. Ég ætla að smetla hér á og ég ætla að hafa hæsta gildi 16 og tölurnar eiga að hlaupa á 2, það passar og byrja að telja í 0 hér og hérna get ég valið Number Decimal Places 0 og þá kemur þetta svona. Og ef þið viljið setja ramma utan myndritið, farið í Format og segið Outline. Þá lítur þetta svona út. Ég vista.